Þegar við undirbúum kennslustund í skák er ýmislegt sem þarf að hafa í huga og í þessu myndbandi ætla ég að fara stuttlega yfir aðalatriðin sem að mér finnst skipta mestu máli. Það fyrsta sem ég langar að koma að er það sem við köllum getubil og þegar ég tala um getubil þá er við bilið sem að nær frá þeim sterkasta í hópnum til þess lakasta. Allur hópurinn er þar á milli og við þurfum að hafa þetta til hliðsjónar þegar við ákveðum hvað við ætlum að gera með hópnum og hvernig við ætlum að byggja kennsluáætlunina upp og hvaða markmið við ætlum að setja okkur. Alveg sama hvort við erum með bekk í skóla eða æfingahóp í taflfélagi eða eitthvað slíkt. Getubilið skiptir máli því að eitt aðalmarkmiðunum í skákkennslu finnst mér vera að höfða til allra nemendanna, hvort sem þeir eru mjög framalega eða hvort sem þeir eru á byrjunarreit. Allir þurfa að fá eitthvað út úr kennslustundinni. Flestar kennslustundir í grunnskólum að minnsta kosti eru 40 mínútna langar og það er frekar lítill tími til að gera mjög margt í skáktíma. Mér finnst gott að byrja hverja einustu skákkennslustund á einhvers konar upphitun og þegar ég á við upphitun á ég við svipaða hluti eins og við gerum í líkamlegum íþróttum. Við erum að gera líkamann tilbúinn fyrir komandi átök. Og það sama finnst mér alveg að við í skák. Við þurfum að hita heilann upp til að undirbúa hann fyrir það sem er að fara að gerast. Það eru margar leiðir til þess að hita sig upp í skák. Mér finnst besta leiðin og líka skemmtilegast að vera að leysa skákþrautir, svona upphitunar og æfingar og ég vil helst hafa þær í léttari kantinum, eitthvað sem allir geta og allir geta hjálpast að við til að gera hópinn tilbúinn fyrir skáktímann. Mér finnst mjög þægilegt að nota vef sem heitir chess.com í þetta. Chess.com er mjög sniðugur vefur og einn vinsælasti vefurinn sem til er í dag þar sem hægt er að tefla og leysa æfingar og gera ýmsa hluti. Aðgangur af vefnum er ókeypis þó með ýmsum takmörkunum. Þannig að við erum með ókeypis aðgang af vefnum þá getum við ekki gert endalaust af öllu en við getum leyst nokkra þrautir á dag og svo er hægt að borga fyrir meira aðgang að meira efni. Ef við förum inn á chess.com þá komast allir í það sem heitir puzzles og þetta er frábær leið til þess að hita upp hóp í skáktíma. Ef við förum í puzzles og til dæmis í hérna efsta puzzles eða puzzle rush og þar koma allavega til að byrja með frekar auðveldar æfingar. Ég ætla að renna með ykkur yfir það sem heitir hérna puzzle rush survival. Ég gæti sett tíma á, ég gæti sett 3 mínútur eða 5 mínútur en ég ætla að gera survival þá er engin tímapressa á okkur og við getum algjörlega stjórnað í hvað við viljum halda lengi áfram eða látið nemendurna gera eins mikið þeir geta. Ef ég ít á start þá fæ ég upp fyrstu æfinguna og hún er frekar auðveld og það eina sem stendur er white to move og við erum að finna besta leikinn. Og það verður til dæmis hægt að byrja skáktíma á því að setja þetta upp á tjald fyrir fram á bekkinn og láta alla hjálpast að. Og nemendur getur kallað réttu leikina eða rétt upp hönd eða hvað sem er, hjálpum stað að finna rétta leikinn og leið við finnum hann, þá fáum við bara næstu æfingu og við erum að finna besta leikinn í þessari stöðu. Og hér er oft gott að hjálpa nemendum eða eru í vandræðum af því að þegar við leysum taktískar æfingar þá er gott að hafa 3 hluti í huga að það er að skáka, drepa, hóta, byrja að hugsa skákar, eru einhverjar skákir í boði, það eru mjög margar skákir í boði. Við getum hugsað þar allar, það er hægt að skáka hér og hér og hér og það er hægt að skáka hér og það er hægt að skáka hér. Besti leikurinn ætti að vera að skáka með drottningunni og þetta getum við fundið að með því að hjálpast að. Og svo haldið áfram og svo leið við förum að gera mistök, þá erum við úr leik og þá er upphitunin lokið. Eða bara þegar kennarinn segir til. Þetta er frábær leið til að byrja tíma og þarf ekki að taka meira en bara örfáar mínútur. Ef við förum aðeins tilbaka í listan sem ég var með hér, mér finnst mjög mikilvægt að áður en að kennslustund hefst og sérstaklega þegar kennsluvetur með hóp er lagður upp að setja niður einhverja kennsluáætlun og einhver markmið en það er í rauninni ekki hægt að búa þau til fyrir en að við gerum okkur grein fyrir hvert getubilið á hópnum er. Þegar við erum búin að gera okkur grein fyrir getubilinu þá getum við punktað hjá okkur einhver markmið, eitthvað sem við viljum að hópurinn fái út úr kennsluvetrinum. Og svo er þetta að leggja upp einhverja kennsluáætlun hvernig við ætlum að ná þessum markmiðum. Það sem er mjög mikilvægt er að í skáktíma sé kennslan mjög markviss og helst passlega stutt. Við viljum alls ekki þreyta nemendur á einhverjum löngum fyrirlestrum skák, við viljum helst hafa þetta stutt og markvisst
þannig að þetta skilir sér og við séum ekkert að flækja hlutina. Það er það sem hefur reynst mér vel. Þannig að það sem ég vil gera þegar ég mæti í skáktíma með einhvern hóp er að ég vil kenna eitthvað eitt ákveðið atriði, ég er með eitthvað eitt markmið. Það gæti til dæmis verið að kenna leppun. Þannig að við tökum það atriði fyrir og ég gæti sýnt það til dæmis upp á tjaldi eða á skákskýringaborði eða hvað sem er, útskýrt það gróflega og síðan kannski verið með einhverjar æfingar í því fyrir nemendur, verkefni á blöðum eða para 2 og 2 saman til þess að leysa æfingar saman eða hvað sem er. Það eru margar útfærslur á því. Ég nota mjög mikið vef sem er kallaður eða heitir lichess.org og aðgangur að honum er ókeypis og ég ætla að sýna ykkur svona hvernig ég nota hann. Þetta er mjög þægilegt til dæmis ef það er komið inn í bekk og það er góður skjávarpi og tjald, þá er þetta að varpa þessu bara upp á skjáin og ég get farið hérna í study, það sem heitir study og þar get ég verið tilbúin með mitt eigið efni. Ég ætla að sýna ykkur bara hér er ég með eitthvað sem heitir kennsludæmi. Ég ætla að opna það og þarna er ég búin að búa til stöður og ef ég byrja hérna númer 1, segjum sem svo ég var að útskýra og kenna nemendum að máta með 2 hrókum. Eitthvað sem við getum tekið fyrir í einum tíma. Allir læra það saman og ég útskýri upp á tjaldinu hvernig það er hægt og ég get notað músina til þess að útskýra hvernig mennirnir vinna saman. Ef ég hægri smelli á mennina þá kemur hringur utanum og ef ég dreg músina þá get ég búið til línur til þess að útskýra hversu öflugir hrókarnir eru, til dæmis í þessu dæmi. Og síðan get ég útskýrt að þessi hrókur hér þarf að skáka kónginn til að reka hann í burtu og þá get ég sagt að hrókurinn vilji fara hingað til þess að skáka eftir þessari línu og saman vinnur hrókarnir saman til að reka kónginn ofar og svo framvegis. Mjög þægilegt til að útskýra, mjög hentugur vefur, ég get stækkað og minnkað borðið eftir hentisemi, ég get gert hvað sem ég vil og svo get ég stillt upp nýjum dæmum. Ef ég fer inn í add chapter þá opnast gluggi og ég get stillt upp hverju sem er, bætt við mönnum, ég get bætt við drottningu ef ég þarf á henni að halda, ég get gert hvað sem ég vil. Ég get líka haft tilbúnar æfingar fyrir nemendur og hérna gæti ég spurt, er einhver sem að sér vinningsleik fyrir hvítan í þessari stöðu? Nemendur hugsa og rétt upp hönd þegar þið finna leikinn og rétti leikurinn er hrók og G8, glæsilegt, förum í næsta dæmi, kíkjum á það, er einhver sem að sér vinningsleik hér og svo framvegis. Þannig er kennslan stutt og markviss, það fer engin tími að stilla mönnum upp á borði eða eitthvað þannig. Þetta er bara tilbúið, við erum fljót að fara í gegnum þetta, allir hafa athyglina allan tíman á efninu og svo getum við farið að æfa. Þetta hefur reynst mér mjög vel, sérstaklega í svona stuttum kennslustundum eins og 40 mínútna kennslustundir eru mjög stuttar. Það fer alltaf smá partur á tímanum í að stilla upp á taflborðum og svo að ganga frá og við viljum alltaf, og það er mjög mikilvægt, við viljum alltaf hafa að minnstakosti helming af kennslustundinni tími í taflmennsku. Helmingur eða meira finnst mér mjög gott. Þannig að ef ég byggja upp 40 mínútna kennslustund þá finnst mér mjög hentugt að byrja á smá upphitun, 3-4 mínútur, síðan stutt markviss kennsla, 5-10 mínútur, mestalagi 15 mínútur, restina af tímanum fer ég að tefla og þá er mjög sniðugt að tefla samkvæmt því fyrirkomulagi að vera með tilbúið skjal þar sem andstæðingum er para saman eða vera með forrit og það er til myndband hér á vefnum sem útskýrir hvernig á að stjórna móti eða taflmennsku í hóp í kennslustund og það er mjög sniðugt að fara eftir því. Þetta eru svona helstu atriðin sem að mér finnst vera mikilvæg í uppbyggingu kennslustundar og ég vona að þetta nýtist ykkur eitthvað. Annars staðar á vefnum getið þið séð dæmi kennsluáætlanir og uppbyggingu á kennslustund og ég hvet ykkur til þess að nýta það og vonandi gengur það vel hjá okkur.